Góða kvöldið. Í þessu vídeo er ég að fara yfir C4 C5. Hann Gauti Páll var að biðja eitthvað gegn þessu. Nú ég ætla að mæla með leikjaröðuna leikaritur F3 í öðrum leik. Sessat ef við leikum rittar C3 þá getur svartur leik G6, rittar F3, biskup G7. Það blir svona og rittar C6 og við náum ekki að tefla Maroks í setupi með hvítu. Rittar C2 þá er svartur með en auka option að drepa C3 eitthvað svona. Þetta hefur telst og ég held að sé nú talið bara nokkuð solid á svartan sko. Þannig að við skulum baka. Þannig að hugmyndi meðan leikar rittar F3 í öðrum leik þá kemst hvítur í Maroksi ef þess þarf. Segjum G6 þá myndi hvítur bara leika E4 og þá er hann komin í Maroksi setupið með D4 næst. Það er auðvitað eitthvað sem menn verða þá að skoða ef þeir ætla að tefla svona þessa leikiröð. En ég ætla ekki að fara yfir Maroksi, það tækja alveg klukktíma í viðbútt sko. Nú, já, rittar F3 rittar C6 eða rittar F6. Þetta kemur yfirleitt út á 1 sko. Rittar C3, ég ætla að mæla með þessari leikjaröð. Og ef G6 hérna þá er það bara Maroksi. Rittar C6 þá ætla ég að mæla með D4 C-tripur, rittari-tripur E6 já, hérna eru nokkri leikir sem komum til greina. A3, biskup F4 G3, ég ætla aðeins að taka fyrir bæði biskup F4 og G3. Ég ætla að byrja á biskup F4 sem option. Það er svona solid option en getur mjög erfitt fyrir svartan að vinna gegn þessu. Nú D5 er svona prinsipleikur, C-tripur, rittari-tripur. Þetta er svona það sem ég hugsa mér að geti verið bestur í hvítan. Það ætla að fara yfir eina skák hjá Andreikin og Nepomniachtchi sem var þetta hraðskák. Þá leika hann hrókur B8, E4 telti svona. Það leik drang B6 þá er hann G4 góður leikur. Pressum á G7 meðal annars. E5, drónin G3, F6, biskup C4, biskup A6, biskup B3, hrókur D8, drónin G4, hrókur D6 og hrókur D1 og hvítur stóð tölvöld betur hérna. Það getur verið eftir að drepa D1 þá er svo F4 líka leikur eftir á. Sem sagt alltaf F4 að fara að koma. Það baka. Nú
Já, drottning dreipur D1 er annar leikur, kongur dreipur D1, góð leikur, betur dreipur með kong, við erum að fara með kongin og C2, F6, E5, þetta er svona sniðt plan hjá hvítum, biskup B4 tældist, kongur C2 og þetta endatabli er alltaf mikil þjáning á svartan, peðastaðan er mjög slæm og hrókarnir fara bara á E1 og D1. Þetta er bara svona dæmi sko. Með grunar að biskup B4 sé the way to go fyrir svartan en það er rosalega erfitt að tapis á hvítt ef maður kann þetta vel. Þetta er svo solid á hvítt sko. Þannig C2 getur verið leikur en ég ætla ekki að dvelja mikið við þetta. Já, G3 er svona aðaleikurinn hérna en biskup F4 er solid option eins og ég nefndi á. Nú G3 þá er það drottning B6 riddari DB5. Þetta er svona mainline í þessu. Riddari 1-5 biskup F4, þetta verður svona svolítið þvinguð atburðarás núna. Riddari EG4 E3 A6 H3 A-dreppi B5 H-dreppi G4 tefnir svona og hér finnst mér hrókur C1 vera svolítið áhugaverður leikur. Anis Giri lék því á móti Nebromnadzi millisveðamóti eða áskorundamóti eins og það kallast í dag. Nú ég ætla aðeins að taka fyrir þetta drottning B3 líka. Þetta er þekkt tefli svona drottning dreipur B5 hrókur A5 já, A4 er option, getur til svona fyrir bara hægt yfir þetta þessi staði upp já, riddari D6 er líka option deldist í skák hjá Héðni held ég svona hann var með svart á móti hverjum var hann að tefla aftur á móti ég man nú ekki alveg við hvernig hann var að tefla en hann svona lenti í einhverju smá þjáningu hérna í mislitu endatöfli. Já, þannig að drottning B3 er svona solid option sko. Lítilli tapat á hvítan en kannski erfitt að vinna líka. Þetta verður svona dálítið jafnteflislegt. En ég held að hrókur C1 sé eitthvað sem menn getur telt. Náttúrulega, það verður náttúrulega að skoða það svolítið áður. Á borðið sérstaklega. Nú D5. Nú hefur drottning A5. Það var B3 góðleikur, biskup A3 og hvítur með 2 kalla fyrir hrók og svartur ekki með alveg nóg fyrir það sko.
D5 lék Nebo, B3 og hann lék biskup B4 hann Nebo hérna sem svona mest krefjandi framhaldi. Og hér var til dæmis rittari A3 vafasamleikur, G5 sniðut. Rittarinn á A3 náttúrulega alveg úr leik hérna sko og hvítur að fara að búið til pressu á H7 og G7 sko. Sko maður stefnilegt áfram, segjum biskup D7. Þá G6 bara, þetta er svona svipað og í Trombovski-fælnum hjá mér. Það verður ansi veikt þarna á H7 og G6 og hérna er biskup upp í G6. Það er svona eiginlega hálfgerður killer bara. Já, það er bara killer. Það má náttúrulega ekki dreif með kóngák dróning H5 skák og tjaldið fellur. Já, semst bara drottningin er hérna af, sýnist mér. Það reyndar einfaldara kannski að máta hérna á þessu. Þannig að þetta er svolítið sniðut hérna G6. Þannig að rittar A3 er ekki góður út af G5 G6 planinu. Og rittar D6 hefur telst. Þá getur hvítur telt þetta svona og kemur í veg fyrir að svartur hókerjar. G5 hefur líka, þetta verður eitthvað sem hefur telti skákin í gíri í Svídler, hraðskákavísu. Telti svona og það er líklega bara jafn staða. Maður sjá E5 og drepa á C4, tekið á F4 á C5 áhugaveruleikur. Og þetta er svona alveg áhugaverð staða sko. Spurning hvort gíri hafa verið með þetta í huga. Skulum baka. En aftur á skákinni B3, biskup B4. Drepi á C4, hrókur A3, biskup E5, valdar á C3, F6, biskup D4, dróning A5. Þetta hefur gíri verið með allt undirbúið fyrir skákina. Biskup 1-2, góðleikur. Biskup drepur C3, hrókur drepur. Hérna er mjög flottur leikur, kongur F1, þetta hefur alltaf verið undirbúið sko. Það drepur ekki trókin strax sko. Og segjum B drepur C4, þá G5 leikur. Það er að opna kongstöðuna. Segjum hrókering, getur bara F6. Og ef það kemur getur bara F6, þá er biskup H5. Stórhættulegt. Hótadróning G4 skák og hvítur með frumkvæði. Líklega best hérna drefnir hróku F6. Það blir svona, hrókur H4. Og hvítur er með alveg hörku spil fyrir peðin sko. En staðan er kannski aldrei óljós. Þetta er svona spennandi staða. Svarti kóngurinn er svolítið berskjaldaður. Það fyrsta sem er dettur í hug er
hvíti myndi ná að leika biskup H5, dróning G4 skák og svo framvegis, fljótt að koma. Þetta mjög interesting allt saman. B4, G5, E5. Nú ef dróning drepur A2 þá G-drepur, biskup-drepur, hrókur F8 og það kemur upp svona flippustaða. Svolítið erfitt að meta þessa stöðu. Skulum baka. Hann leika E5, biskup-drepur, B-drepur, G-drepur, dróning B1. Nú, C-drepur D5 var option hérna. Dróning drepur A2, dróning D3, biskup D7, kóngur G2. Þetta var kannski besta leiðin fyrir gíri. Svolítið opið fyrir svarta kóngin. En í skákinni leika hann dróning B1, dróning C7, dróning D3, hrókur H4. Þetta var líka option, dróning B3. Erfitt að meta þessa stöðu. Sem sagt, líklega var einfaldast fyrir hvítan að drepa hérna á D5 og dróning D3 tefnilegt svona. En síðan misti hann þráðinn að gíri og tapaði þessari skák, en þetta var mjög athyglisverð tafnaska hjá hann með hrókur C1 samt. Ég ætla að baka. Já, áðan vorum við að skoða E6 hérna í þessar stöðu. Nú ætlum við að skoða D5 í þriðja leik. C-drepur D5, riddari drepur D5. E3 er það sem ég er með hér. Nú mér langar aðeins svona taka smá útidúr hérna með E4. Þetta verður ekkert mjög djúpt hjá mér, en svona aðeins að sýna fólki hugmyndir. Riddari B4, biskup C4, skák, ég leika þessu bara hægt, kóngur F1, riddari E6 og hér mæli ég sterklega með að hvítur leiki B4. Sem sagt, við viljum fá D4 ritin fyrir peð og opnum fyrir biskupin og C-num. Og ég læt bara leikinn að tala sínu máli. Þetta er eitthvað sem ég skoðaði. H6. Biskupin fór hérna á F4, biskupin á B3, biskup D7. Hrókur H3 er mjög mentað. Við ætlum bara að hafa hrókinn á G3 og svo var hann góður á þriðju riddaröðinni og svartur var erfitt með að hrókera. Ég myndi segja að þetta var eiginlega öll staðan á hvítan að mínum mati. B4 er svolítið skemmtilegt hérna í þessu. Mæli með honum. En þetta er svona smá útidur. Svartur á líka riddari drepur C1 hérna. Það er eitthvað sem fólk er að skoða, allar að tefla svona hvít. Já, E3 er það sem ég ætla að einbeita mér aðeins. Og ég ætla að skoða hérna riddari drepur C3. Nú er svartur leikur E6, þá er það bara D4.
G6 eru þetta til. Dróning A4 skák getur verið sniðugt. Og ef riddari C6 biskup B5 getur telt svona. Smá vesen hjá svörstum núna. Nú riddari C6 þá biskup B5 hugmynd. Getur verið svona semi-óþægild á svart sko. Þannig að riddari C3. Ég ætla að mæla með hérna athyglisverðri nálgun D3 C3. Þetta er svona positional nálgun svona. En það er ekkert að því að þetta er með B-pið líka, það hefur alveg telt sko. Það er ofta einhverju svona hugmyndir H4. Maður segja, ég man þetta nú ekki alveg en biskup A3 er eitthvað. Ég held ég að sé hérna hrókur H4 að Rónían leika því einhvern tímann. Sem er mjög mentað sko. Það má sem ekki drepa á A3. Það held ég að koma hrókur A4 og hrókur B1. Já, þetta er alveg athyglisvert sko. En ég ætla að einbeita mér hérna D3 C3. Nú er drótning drepur D1, kóngur drepur. Já, riddari C6. Já, ég ætla bara að sýna hugmyndina bak við þetta. Við leikum yfirleitt alltaf þessum sömu leikjum hérna. E4, B6, biskup 1 og 3, biskup B7 og riddari D2. Þessi leiki koma alltaf vel. E4, biskup E3 og riddari D2. Já, hvítu vill sem sagt fara með riddarann á C4, kónginn á C2, leika svo F3 og A4 og pressa á drótningvæng. Við sjáum með svarta peðið var á C7. Þá var þetta líklega bara jöfnstað, svartu myndi bara langkrókir og engin vandamál. Svartur er aðeins búin að veikja sig með peðið á C5 sko. Það er svolítið veiking þarna eftir á B6 og B5, hvítur með hugmyndir, svartur svolítið erfitt með að búa til góðan counter. Ég skal bara sína hvernig það getur telst. E6, F3. Ég leikur svo rólega bara. Og riddarinn fyrir á C4, A4, kom alltaf þessi leikir eins og Rúnar Berg myndi orða. Teltist einhver skák hérna H5, svartur var að búa til counter, eða reyna það. A5, H4, H3 svo. Stöðvar allt. Og jafnframt eftir biskup E2 getur hrókurinn á H1 farið eitthvert, annars hefur við Róni á H2. Kóngur B8. Þetta heldur svona. Hrókur B1. Sjáum að hvítur að fara að undirbúa pressuna á drótningvæng með B4 á góðum tímapunkti. F5. B4. F4. Í skákinni lék hvítur biskup F2 en það misti hérna killer biskup C5. Hrókur H6. Hver er besti leikur hvíts? Það er kannski ágætt að fólk reynir sig aðeins við þessa stöðu. Hýta pásu. Hrókur A6, takk fyrir. Og þetta er bara búið. Þetta gat hvítur gert en skákinn teltist biskup F2. Ég skal bara rúlla svona hvernig það fór. Það var alltaf svona pressa á svörstum sko. En skákinn var óþarlega löng eins og svo náði hann í peðið og
vann þetta bara. Já, skulum baka. Þannig að þetta getur verið svona sniðut system á hvítan sko. Svartu getur allt einu bara sitið uppi með bygglu þarna á drottningaðinga þess að átta sig hvað fór úrskeiðis. Nú drottning C7 annar leikur hérna. Svartur vill forðast skiptin hérna. Nú E4 þá, rittari C6, alltaf þessi sömu leikir. Og rittari D2. Biskup Einar 7. Nú segjum biskup D6, þá þetta svona, drottning G4, ráðast á veikapunktinu G7. Drottning G3 áhugaveruleikur. Það hvíti með haga skipt upp á drottningum, opna hálínuna og endatafli alltaf þægilegt. Biskup H6 hefur telst. F4, kongur H8. Þetta einhver skák. Já, hvítur með frumkvæði hérna. Þannig að þetta svona auðveld plön sko. Já, og maður fer alltaf hérna. Biskup E7, drottning G4, drottning G3. Biskup D6, F4, rókur D8, biskup Einar 2, B6, rókering. Og drottning H3 og þetta er svona yfir þægilega á hvítan. Já, og þannig ég held að þetta sem ég hef verið að fara yfir sé alveg svona ágæti system í C4, C5 fyrir hvítan, eitthvað sem hægt er að byggja á og ég þakka fyrir í dag.